Já, komið sæl, sunnudagur og Sýnir Egils. Þetta fer alltaf saman, alla sunnudaga. Gestir okkar núna í fyrirlutunum eru Jakob Bjarnar Grétarsson, Karin Kjartansdóttir og Helgi Seljan. Verið velkomin öll. Takk. Takk. Já, ég var að byrja á þessu hérna stórleik Einars Þorsteinssonar. Já. Ha. Þetta var búið að vera verulega áhugavert og að fylgjast með. Og með. við ígrundað. Já. Hann lendir auðvitað í því að hann bjóst við eins og allir að fulltrúi flokksfólksins, systir Sigurjóns Þórðarssonar, Helga Þórðardóttir, myndi ganga til liðs við hægri öflin og ég hef aldrei vitað, ég hef jafnvel frekar flokkað flokk fólksins sem hægri flokk frekar heldur en vinstri. Þau voru þráspurðum í kosningabaróttunni og vildu aldrei svara þessu. Og ég var svona að reyna að leggja það niður fyrir mig hvers konar fyrirbæri flokku fólksins væri og ég gat ekki séð að þau var að tala fyrir neinum kerfisbreytingum að viti, þau vildi bara meiri pening fyrir aldraða og öryrkja og sig. Það var ekki bara tilfinningar sem að riðu þessu að henni var bannað að halda áfram? Nákvæmlega. Svo bara kemur þvert nei frá hóringjanum. Inga Sæland segir nei, við erum ekki að fara að leiða sjálfstæðisflokkin til valda í borginni og mér, það er alltaf verið að tala um, eða margir tala um það að Inga Sæland sé svona alveg óbóðslega flinkur pólitíkus. Mér finnst þetta ekki rosalega flinkt vegna þess að hún hefði geta haft öll spil á hendi með sinn eina fulltrúaðan í borginni, farið í meiri hluta, mér er alveg sama hvað verður úr þessu, ég er bara blaðamaður og hef engar skoðanir á því, en hún hefði geta verið að spila þetta allt öðruvísi, en þessi stað þá ákveður hún að verða svolítið hörundsál, móðgast innilega út í mokkan sem hún beintengir svo við sjálfstæðisflokkin með réttuða röngu og þá er þetta bara ekki option lengur. En þetta var nú aðeins meiri aðdragandi að þessu. Þetta byrjaði nú á því að Einar tilkynir þetta þessi meiri hlutaslít og verðist ganga því vísu að ætla að verða borgarstjóri í nýjum meirihluta. Og það var svona það sem var í spilunum. Já, fulltrúi flokks fólksins á undan, Kolbrún Baldursdóttir, hún hafði nú þvertekið fyrir þetta áður og svo er það bara í hádegisfréttunum daginn eftir sem að Þórdís Lóa, fulltrúi Viðreisnar, segir að það segir nú ekkert hægt að ganga því að Einar verði næsti borgarstjóri í þessum meirihluta og ekkert sem svona styðji það. Þannig að þetta var nú dálítið brokkgengt allt hjá honum og einhvern veginn ég get alveg skilið þau rök að þetta hafi kannski verið sniðugt fyrir Framsókn að sprengja þennan meiri hluta, þau sjá eflaust eftir að það hafi ekki sprengt ríkisstjórnarsamstarfið. Jú. Og fannst ekki svona lengra komið, en eins og þetta er búið að koma út og Einar hefur komið fram og verið að útskýra það og þá segir hann, já ég fekk ekkert fram sem ég vildi, ég náði ekki að koma mínum kröfum og maður veltri fyrir sér, ertu þá góður leiðtogi? Og svo virðist hann ekki hafa talið nægilega vel og tryggt sig. Þannig þetta er nú ég hef alveg samúð með þessari ákvörðun Einars en að sama tíma verður þetta dálítið komist. Mér sýndist Helga vera komin bara í viðræðurnar með Þórdísi og Sjálfstæðisflokknum og Framsókn. Það stemdi allt í það en þetta var ekki í langan tíma. En Einar hefði væntanlega aldrei orðið borgarstjóri með það sem Þórdís Lóa sagði. Hún var nýkomin að inn og líklega hefur hún bara litið á það sem sitt hlutverk að fara í þessa viðræður. Fyrirverandi borgarfulltrúi sem hafði yfirgefið sviðið 2 vikum áður, hún þvertók fyrir að flokkurinn ætti að fara með Sjálfstæðisflokknum. Inga meiri segja vísari í það að flokksmenn allir, hún hefði heyrt bara í flokksmönnum og þeir vildu þetta ekki. Þannig að ég held þetta sé bara... Þarf Inga að heyra eitthvað í flokksmönnum? Já, hún sagði það. Hún vísaði grasrót og Helga líka sagt það og þannig að það hefur verið bara algjör... bara eitthvað fundur við eldursporðið? Nei, ég held að flokkur fólksins er með ágætis félagsheimili undir Grafarvogskirkju og það eru oft fundir þar og ég sé fullt af fólki og mér er sagt að sé mjög gott kaffi þar, þannig að það er einhverjir í flokknum. Ekki vikulegt bingo líka hjá þeim. Við getum ekki alveg trúa mokkunum bara hvernig söguþráður sem að þeir leggja upp sem er nákvæmlega sá sem þú ert að leggja fram hérna, sé endilega réttur. Og ég held að og ef maður pælir í Einari og þetta Einar vill losna og vill
Hann sér að hann að sigla... En okkur vill Einar auðveld, okkur vill hann augljóslega losna? Hann er bara að óbreyttu að þá endur við bara með ekkert atkvæði. Já, ég meina, finnst ykkur... Við erum að bregðast kjósendur sem að kvissa okkur. Ég verð að gera eitthvað í því. Já, en það virkar svo illa fyrir kjósendur að það sé allt í einu verið að hlaupa til út af einhverju skoðanakönnun og það er það sem er verst eiginlega við þetta. Hann misti þarna hann var með engan mann í þessari könnun sem var síðast var það bara með einn og þar áður var hann með bara með einn og þannig að þetta er búið að vera lengi á leiðinni og hann lítur að fylgst með kosningunum þar sem Framsóknarflokkur var bara í stórkostlu tjóni í nóvember. Þess vegna virkar þetta ekki trúverðugt og svo þess vegna á maður erfitt með að þegar hann kemur svo og þetta silfur í síðustu viku var náttúrulega ævintýralegt. Ég bara man ekki eftir að hafa séð svona umræðu þátt áður þar sem að ég held að bara flestir hafi setið eftir bara að hugsa með sér, bara slembi úrtak úr þjóðskrá, bara það myndi skila okkur betri niðurstöðu heldur en þetta. Þetta var agalegt að horfa. Bragi Páll hefur nú lagt þetta til. Okkur fannst sanna. Já, fannst ykkur það? Já, ég bara, já. Mér finnst líka, ég er yfirleitt alltaf hrifnastur af börnunum mínum, hvað sem að, hvað hópi sem þau eru. En nei, og þetta var svona, Einar að reyna einhvern veginn að útskýra þetta svo, og hann fyrir að vísa í einhvern, það hefði verið hóta stjórnarslitum, svo kannast enginn við það, og það er eiginlega allir sammála að það hafi ekki verið, og þetta verður bara... Og svo hafa flokkar aldrei grætt á því að vera að sprengja og ég sé ekki alveg að Einar muni græða á þessu upphlaupi, sko. Svo er alveg saman hvernig þetta spilast að hann lætur alltaf eins og þessi sáttur líka sem að maður veit þetta er ekki málið því hann, ef að hann átti í svona komin orðin borgarstjóri með 3 fulltrúa í þessum meirihluta ekki, það meina hann, ef hann sko, það getur ekki verið betra fyrir hann að enda í minnihluta til þess að ná þessum markmiðum sínum. Við má klára þetta með Helgu, af því hún er alltaf nýkomin inn og hún er bara að reyna að sinna sínu starfi og segjum sem svo að Einar hafi samband við hann og heyrðu værið þú til að koma í meirihluta við okkur og hún segir bara þetta já og ég held að eins og oft gerist þegar menn er í miklu vanda að þá verða þeir svolítið vongóðir og eiga það til að miskilja sko bara kurteisi sem sko Einarðan áhuga. Þannig ég held að hann hefur bara mislesið í það, í hvað Helga sagði og líka hefði alveg mátt vita að hún er til dæmis nýkomin að inn að það mun kannski taka einhver tíma til þess að melta þetta og kannski ætti ég að tekka aðeins betur á þessu. Það er eitt sem meikar ekki sens í þessu. Það er það að þó að þegar Helga er nýkomin að inn og hún fær þetta símtal frá Einari, finnst ykkur í alveg líklegt að hún hafi ekki fært það símtal fram sem að gerist áður en þetta gerist til Ingu eða einhvers annars í flokknum? Mér finnst alveg komið til greina að hún sé nýkomin að inn og hún telur það bara að vera hlutverksins borgarfulltrúi ef þessi meirihluti springur auðvitað tekið þátt í umræðum næsta. Já, en minna heldur að hún hafi í alvöru ekki tekið upp síman og hringt í Ingu þá? Ég hugsa það. Ég veit ekki. Ég held nefnilega að þetta sé ekki, sko. Hún er svo nýkomin. Ég held að sko þessi, ef einhver hafi skipt skoðun þá er það ekki bara Helga heldur einhver annar því það er mér finnst útiloka mál að Helga hafi tekið síman frá Einari og hann og svona litið á þetta sem eitthvað svona bara símtal út í bláinn frá borgarstjóranum að hann sé einhvern veginn að opna á það að hann sé að fara að slíta meirihluta og vilja mynda annan að hún hafi ekki þá ákveðið að hringja það var Inga nú að borgarstjórinn að hringja mér nú verðist allt vera að koma í skrúuna erum við ekki hvað gerum við í því? Þess vegna finnst mér sko, með fullri virðingu fyrir hvernig þetta spilaðist allt saman þá finnst mér allt eins trúlegt að það hafi eitthvað gerst í millitíðinni að ég bara trúi ekki. En þetta ekki fordæmalaust að formaður stjórnmálaflokks beiti sér með svona beinum hætti á sveitarstjórnarstígi? Nei, það sé alls ekki en aftur sko að því að Flokkur Fólksins er Flokkur Fólksins, hann er ekki hefðbundinn stjórnmálaflokkur, hann er svona fjölistahópur, eins og Kuskus þá virkar þetta fordæmalaust vegna þess að við erum vegna þess að stofnunin er öðruvísi heldur en aðrar. Það er svona frjálslegra Inga talar öðruvísi heldur en bregst öðruvísi við og allt þetta, en ég held bara við séum að sjá í þarna einhvern veginn þetta er eitthvað sem törnast af einhverju sem er alltaf að gera. Það var það sem Jakob sagði Flokkur Fólksins væri hægri flokkur. Mér fannst það. Ef það svo væri
að þá hefði líklega verið meira rætt það eftir kosningar að hér myndu ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Flokksfólksins sem með 32 þingmenn. En ég upplýði þannig að Flokki fólksins þætti það bara aldrei komið til greina að vinna með þessu. Já, ég gáði nú aðeins undir fótinn svo sem alveg þar til undir það síðasta. Ekki eins og Viðreisn sem einhvern veginn virðist það að fengið allt fyrir það að hóta þessu, að fara með þessu tveimur flokkum. En ég sé ekki að Flokkur fólksins hafi verið að því. Tók ekki yfir þessi kvennorka bara mjög fljótlega? En spyrir ykkur eitt, hvað segir þetta Dag B. Eggertsson? Þetta eru innan við 20 dagar. Já, ég ætlaði einmitt að segja það. Hann stimpla sig út úr ráðhúsinu, þá bara Einar einmitt, já, þessi atburðarás, eiginlega, þú veist, hún að færa okkur 5 vinstri sinnaðar konur í meirihluta, þannig að ég held að Einar hafi ekki alveg séð það fyrir og minnst þetta búið að leiðrétta dálítið arfleið Dags B. Eggertssonar að því leiti að fólk svona, já, hann bara verðist eini maðurinn sem hefur haldið þessari ringulreið saman. Já, en býtu, þá erum við líka að gefa okkur það sé að arfleiðin sé einhvern veginn svo að hann hafi verið svona, þetta, hvað var ekki sagt þegar eigin fellur kemur lágreifsið í ljós, eins og sagt þeirra í breska íhaldsflokknum. Það ekkert endilega svo góð arfleið. Ég meina, Katrín Jakobsdóttir, maður geta hugsað það, hún var svo stór og sterkur leiðtogi, en hún slátraði líka stjórnmálaflokknum sínum vegna þess að það var einhvern veginn leið og hún fór, þá var allt þá guttlað upp á yfirborðið greinilega, þú veist óræktin. Já og grasrótin fór að gefa fólki orma í eyrun en svo sko þannig að ég ekkert, þú veist, þetta alveg svona tvíbent finnst mér, en minna auðvitað hefur Dagur greinilega, þú veist, hann hefur verið með þetta en spurningin bara, þú veist, var hann of mikið með þetta? En það sem var dálítið við hann, kannski maður sá þetta dálítið í Silfrinu, það var hann dálítið mikið að gefa fólki orðið, já Dóra, hvað segir þú? Eða þú veist, hann og gaf fólki kredit, þannig fólk upplýði alltaf eins og að vera hluti af einhverju liði og svona, hann var með flotta tækni við þetta. En pólitísta þá var náttúrulega Dagur, það sem segjum að þetta verði meirihlutin, að þá verður svolítið endurnýjun á samfélkingunni sem fær að vera svona jafnaðarmannaflokkur í þessu umhverfi. Dagur hafði aldrei áhuga á því, hann til dæmis talaði aldrei við sósíalista mögulega innkomu þeirra inn í hans meirihluta. Hann vildi helst vinna með Viðreisn sem í borginni hægri sinnaðri raunverulega heldur en Viðreisn á þinginu, með Pírötum sem raunverulega hægri sinnaðri í borginni heldur en voru á þinginu og svo með Framsóknarflokknum. Þannig að hann vildi alltaf vera að fara svona soldið eiginlega mjög langt til hægri og hafa það sem eitthvað jafnvægi inn í sínum hópi. Og það svipað og Katrín Jakobsdóttir gerði, sem að fór með sinn flokk svona alltaf til hægri og vildi alltaf vinna til hægri og með vondri niðurstöðu eins og Helgi bendir á. En það náttúrulega ekkert slæm niðurstaða á flokknu núna, en ég held þetta verði til þess að verði svona einhver endurnýjun innan samfélkingarinnar. Þannig að hún breyti svolítið karakter því að ég held að hæfi ekkert samfélkingunni vel að vera einhvern veginn alltaf með Viðreisn og Framsóknarflokknum sko. Ég held það ekki sko. Ég held að það fari mjög illa með samfélkinguna í þessar ríkisstjórn að vera með Viðreisn svona valdamikla hann inni. Hvað getið þið nefnt marga borgarfulltrúa samfélkingarinnar? Það náttúrulega... Ég veit að þú getur gert það, þú náttúrulega ert í þessu. Ég var að tala við þau sko. Hann vinnur á Vísi, hann lítur að geta nefnt alla. Heiða hefur náttúrulega verið bara mjög áberandi finnst mér. Já, hún náttúrulega líka búin að vera áberandi vegna þess að hún hefur verið er ekki formaður stjórnar sambands íslenska sveitafélaga og eitthvað svona. Og Jakob Vignisson í stjórnmálaskýrendur Morgunblaðsins, þar kallar holuhjálmar. Ég bara ekki að vitna í stjórnmálaskýringar Morgunblaðsins. Hvað ruglir þetta? Ég náttúrulega reyndar á því að við ættum að leggja þetta sveitastjórnarstig niður. Við erum 400.000, við erum jafn mörg og búa í Coventry. Og ég fullir það hér og nú að það hvergi á byggðu bóli eins mikil geggjuð yfirbygging sem að fer í svona rugl og við bara stöndum ekki undir þessu. Nei, ég held að þetta með að byrja því náttúrulega það má fækka þessum sveitafélögum klálega til að byrja með helming. Já. Það má sameina bara sveitafélagin á höfuðborgarsvæðinu. Já, það engin rök fyrir því lengur að vera, þú veist, og upp á Skaga. Þetta bara rugl í sambandi við skipulagsmál. Já, skapar líka bara lýðræðis hallagafkart ríkinu, af því þau eru svo veik að þau bara get ekki haldið. En það alveg sama hversu skynsamlegar skoðanir koma fram á þessu, það bara kerfið einhvern veginn búin að... Það ver sig bara alltaf. Já, það ver sig fram í rauðan og við komumst hvorki land né strönd. Og því sem einu sinni hefur verið komið á,
það verður ekki aftur tekið. Alveg sama hversu vitlaust það er. Og þetta kristallast núna í þessu, þú veist, þessi flugvöllur sé allt í norðið eitthvað issue, en ég bara biðst afsökunar. Og það er sko, og þetta er ævintýralegt að fylgjast með þessu, það verður ekkert breyst í Öskjuhlíðinni heldur í marga mánuði. Það eina sem hefur breyst, og það er mér finnst ótrúlega lítið talað það, er að það inn í Isavia sem er opinbert hlutafélag sem að, þú veist, gengur leikur lausum hala einhvern veginn, þú veist, það upplýsingalög eiga ekki við þá stofnun eins og allar aðrar og það er, þú veist, og það þurft að draga upplýsingar þar út með töngum sem eru reynda til þess að síðasti forstjóri Isavia þurft að segja af sér. En sko þar ertu með fólk innanborðs, út með stjórnarformann sem er sko stjórnmálmaður fyrir ráðherra Sjálfstæðisflokksins. Þú ert með fyrrverandi bæjarstjóra Kristinn Þór Júlíusson, þú ert með fyrrverandi bæjarstjóra á Akureyri sem að var að held ég síðast þar á eftir að reka eitthvað gistihús fyrir flugleiðir á Akureyri sem að verður síðan gerða framkvæmdastjóra innanlandssviðs Isavia eða eitthvað sem hefur bara verið í sko bullandi pólitík til þess að reyna einhvern veginn að standa í stríði innan völl. Já. Og og allar breytingar á honum, þú veist. Og fyrir vikið verður þetta svo illa trúverðugt. Það komið svo mikið pólitík í þetta og nú síðast þessi ákvörðun að loka samgöngustofu að loka þessari braut með þess að fyrir sjúkraflugi, það er bara virkilega ógeðslegt ef maður pælar í því. Því að ef að þá í alvörun að ganga þá leið að sko að allt í einu sé ekki hægt að lenda með veikt fólk á þessari braut vegna þess að það sé búið að breyta einhverju viðmiði eða allt í einu sé einhverju hlutir þannig að það ekki að gefa neitt slaka af því, þú veist, hvert erum við þá eiginlega komin sko? Þú veist, þetta er sturlað að fylgjast með þessu. Þegar þetta flugvallamál kom upp núna daginn, þá leið mér alveg eins og þegar ég beit óvart í mjög sæta köku í kveðjuhófi Heimis og ég bara andlitið á mig lamaðist. Þetta var svo sigrað og ógeðslegt. Nei, þetta er alveg ótrúlega hrærigrautur þetta mál og hvernig þessu hefur verið, að því það er líka svo, þetta kallar fram einhvern veginn alltaf versta, þú veist, það verður að egna höfuðborgin, landsbyðin og börnin og sjúka fólkið. Og landsbyðin, þú veist, nú kem ég að landsbyðinu og ég hef bara mikinn áhuga á þessu sjúkraflugi og til það, en einhvern veginn allt í einu þá er ekki tala við neitt annað fólk heldur en eitthvað reitt fólk á landsbyðinni sem talar einhverja tríhöggjers og hvað borgarbúar séu heimskir og leiðilegir að vilja ekki, þú veist, að hafa ekki bara stokkið til og sagað helst að útivist og svæðið sitt niður. Ég er nokkuð viss að Akureyringar hefði ykkur skoðanir á því ef það yrði gerð krafa að saga niður stóran hluta Kjarnaskógar eða Hallormsstaðaskógar á Egilsstöðum. Já, ég meina þetta er líka bara, þú veist, það er alltaf þannig að það kemur versta elementið sem er ræktað í umræðinu á Íslandi þegar farið að, og það er svona, og við höfum náð að láta það minnka eins, en það er alltaf gripið til þess í mestu örvæntingunni, það er að etja saman landsbyggð og höfuðborgarsvæði. Þess vegna er langt síðan að ég hætti að þessi fyrirvari sem þú varst að setja, nú er ég utan á landi, mér væri bara drull hvort ég hefði búið í Kópavogi eða á Reyðarfirði eða á Akureyri. Ég var bara að segja til að verja mig. Já, ég segja það, og maður gerir þetta, maður þarf alltaf einhvern veginn að taka það fram, ég sjálfur hefur nú, og ég bara, og svo ég flaggi því líka, ég hef líka verið fluttur eftir 2 sinnum með sjúkraflugi frá Akureyri til Reykjavíkur, myndi mér einhvern veginn dett í hug að láta eins og það gerði mig að einhverju leyti hæfari til þess að tjá mig það hvort að þetta sé eina leiðin til að færa að því sko það gleymist í þessar umræðu og það munið þeirra síðasta barátta var neyðarbrautina, þeir áttu að fara að taka skipulagsvaldið að Reykjavík. Sömu stjórnmálamenn voru að mælast til þess að taka skipulagsvaldið að Reykjavík þá höfðu bara nokkrum vikum áður neita því að setja einhvern smá pening í það að setja nýtt slitlag á flugvöllin í Neskaupstað. Flugvöllin í Neskaupstað er við fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað sko. Þannig að þá var einhvern veginn minni hætta sem fólst í því að keyra fólki frá sjúkrahúsinu upp í Egilsstaði til þess að láta það fljúga, en það lenti samt í Vatnsmýrinni. Þannig að sko, það eru þetta alveg ofboðslega mikið hræsni í svo oft og það er bara ljótt að beita fyrir sig veiku fólki. Þannig að taka það saman. Þetta er óbreytt ástand. Það er engin annar staður komin, engin annar flugvöllur í þetta hlutverk, þannig að slíta meiri hlutu á þessum forsetum er alveg galið.
Herðu, en ríkisstjórnin, nú hún orðin, 50-60 daga gamall. Já, þau fengu nú ekki, eða þær segir maður nú kannski bara, fengu nú ekki mikla hveitibrauðsdaga. Nei. Og mér hefur fundist, sko... Sá náttúrulega samt það algjörlega sjálf, sko. Já, fara mikið til í það að verja Ingu Sæland sem að náði náttúrulega hápunkti í stefnuræðu forsætisráðherra, sem að lagði lykkju á leið sína og lauk miklu lofsyrði á Ingu Sæland að við ættum öll að vera stolt af Ingu Sæland og sem við erum. Maður fór bara að velta því fyrir sér, af hverju er alltaf verið að tala myndi ég vilja láta tala svona ef þú talaði svona mig, ég myndi bara reka honum á kjaftinni. Ég myndi bara segja Kristrún, þegiðu bara. Mér fannst það rosalega. Ég alveg tala, þetta var komin sko þetta eru þetta, sko þegar þú ert komin með oflof á þetta stík, þá það orðið há. Mér sýttist Inga bara njóta þess að sitja undir þessu. Já, Inga naut þess. Já, en ég ætla að segja, en eru þetta ekki viðbröð við því hvernig hefur verið talað til Ingu Sælands? Talað til? Leifum við að klára. Við sáum það þegar Sigmundur Davíð kemur með sína ræðu. Þá byggir hún aðalega bara á skotum á Ingu Sæland og mér fannst það svalast af öllu í þessum umræðum þegar Inga Sæland kemur og lætur hún svo hún hafi ekki heyrt í Sigmundur. Já, sko þetta ekki skot á Ingu Sæland, þetta skot á það sem hún hefur gert. Hvernig hefur verið komið fram með hana líka allar þessar kosningabaráttur sem hún hefur farið í þá ég hef bara með þess að tala um það hér að þá hefur einhvern veginn og þetta gerist oft í pólitík þá hefur einhvern veginn hún verið þá að menn höndla hann einhvern veginn öðruvísi þá hefur verið reikna með því að hún fara að gráta í lok hverjar kosningabaráttu og það er svona hálfpartinn svona hleiðaði og svona reikna með því að ef hún gerir það þá fá hún fullt af einhverjum sem er bara asnalegt hún hefur klálega, það er fullt af hlutum sem að Flokkur fólksins talaði um í þessari kosningabaráttu sem að beið alltaf eftir er svolítið gengið áður með en var ekki gert ég satt nú Gunnar Smári gerði grína mér þegar ég sagði að það væri ekki takt að koma höndum á hana ég veit ekki til hvers hann ætlaðist að mér að ég myndi bara stökkva á hann og grípa hann að kirkingartæki og segja svaraðu kona hún svaraði ekkert einum spurningum það liggur þá á borðinu og kjósendur verða bara að taka afstöðu til þess var ekkert mikið gengið á eftir því fannst mér og það hefur verið ég ætla að skjóta aðeins inn ég meina, eitthvað efast að Inga Sæland sé eitur snallt stjórnmálamaður þegar helsti fréttahaukur landsins að bara viðurkenna hér, að hann bara ræður ekkert við hana ræður ekki við hana hún að svara ég hef alls ekki sagt hún sé ekki snallt stjórnmálamaður mér finnst hún ekkert snjall stjórnmálamaður afsakiði þið ráðu ekki við hana á Vísi ráðið mikið við hana, hvað meinarðu? Og ég meina aðra stjórnmálamenn hafa verið að kvarta við því að það nenni enginn að reka neitt ofan í hana og hún fá að koma með hvað sem er. Það hlýtur að vera bara að koma með hvað sem er. Hún kemur með hvað sem er. Ég er ekki að tala um Jakob bara. Ég er að tala um Jakob, Helgi er að segja það að hún komist upp með það að koma með loforð í kosningabaráttunni sem að á að vera augljóst að þessi gaggalagú. Þú segir, lykilstarfsmaður á Vísi, að þið bara ráðu ekkert við hana. Þið hafi reynt einhvern veginn að höndla á þessu en hún ég var náttúrulega að tala bara almennt sko en ef að þú spyrst stjórnmálamann að einhverju og hann svarar einhverju öðru þá, hvað gerir blaðamaður þá? Já, og hann kemur eitthvað annað og hvað gerir hann þá? Taktu Björgunarhringin hérna, Jakobin ég er að stríða en ég er að segja en þetta kemur svo vel í ljós líka núna Jakob eftir kosningar, þegar að og Karin kann það nú betur, sko, þegar það kemur upp þessi fullkomlega sjálfskipaða þessi krísa sem hún býr til með þessu símtali við hennar skólameistara til dæmis það sem að hún náttúrulega byrjar á því held ég að segja ósatt ef ég maður rétt að lýsi samtalinu Nei, ég skrifaði þessa frétt að hluta til og ég var í hálfan dagarinn að ná í hana alveg rétt, það var þannig og það bara náðist ekki í hana en þið voru búin að láta hana vita náðist alltaf í hana sko í kosningabaróttunni þið vissuðum hún vissum efnið nú var ekki hægt að ná í hana hvorki gegnum aðstofamenn nýja hana sjálfa það var bara omvend en svo fer hún í viðtal síðan fer hún Elín Margrét á fund sem hún nefndi til sjálf og spyr hann að lokum spurningar frá mér
hvað henni sýnist þetta mál og þá bregst hún ókvæða við. Hún gersamlega hraunar yfir blaðamanninn og ríkur út úr viðtali og nánast skellir hurðum ef þeir hefðu verið þarna. Þetta náttúrulega bara ekki framkoma sem ásættanleg og ég skil ekki akkur fólk að verja þetta. Nei, ég veit ekki hver... Síðan kemur hún fram næsta dag, greinilega hafði Kristrún talað við hana því að Þorgerður var í útlöndum og þá biðst hún afsökunar, en ég fullyrði það hér og nú, þetta var eins og þú sagðir sjálfur, efsökun, hún meinti ekki stafkrók með því og skólastjórinn ræddi við hann svo síðar og hann bara ber við trúnaði. Ég var nú að reyna að benda honum á það að þessi trúnaður, hann gildir ekki ef að ræða valdamann. En hann nú hefur alltaf haldið trúnaðin því að þetta var tveggjamanna samtal, þannig hann hefur líklega sagt frá þessu. Hann sagði greinilega frá þessu á kennarastofunni og við vorum alveg þetta með heimildir fyrir því. Inga hafnar því að hún hafi vísað til stöðu sinnar eða nefnt lögregluna í hans eyru. Og þá spyr maður, á hverju var hún þá að biðjast afsökunar? Að hafa hringt brjálu utan ægskóm. Eða efsökunar. Að hafa hringt út á skónum. Ég skildi það þannig. Og hún skildi það þannig og hún var að hringja sem reið amma. Svo kemur þetta við Sigurjón Þórðarsson. Svo kemur Sigurjón Þórðarsson sem bara fyllst ástæða til þess að ræða, tala nú ekki hérna á vettvangi okkar blaðamannana, þar sem hann tengir saman tvennt sem ólíkt, sem annars vegar styrkjakerfi til fjölmiðla, sem að mér finnst vera fáránlegt. Það bara kemur málun ekkert við. En hann tengir það svo við umfjöllun Morgunblaðsins að þeir hafi verið svo vondir við Flokk fólksins. Og stuttu síðar. Þetta er næsti bæri. Ég hef ekki ennþá séð forystumenn ríkisstjórnarinnar bara segja klart og kvitt út, bara þetta fyrsta leið ekki boði og bara... En byrju Helgi, það þetta móti, því að stuttu síðar kemur Logi með tilkynningu það að það verði breytt fyrirkomulag á úthlutun styrkjana, það verði sett þak sem raunverulega þýðir að þeir ætla að taka svona 30, 40, 50 milljónir af mókanum. Þannig að það eru viðbrögðir áðurana. Og jafnvel þó að Logi hefur verið að útskýra það og það svo sem að legi fyrir áður að það hafi átt að setja þetta þak, að þá Sigurjóni búið að takast þarna ekki bara stórskaða trúverðuleika þeirra til þess að gera einhverja breytingar í þessa átt, að þá hann líka búinn einhvern veginn að stórskaða að minnstakosti gera þeim erfiðanum vik að gera breytingar eins og varandi strandveiðarnar og þessu verður snúið upp í allar breytingar sem verða gerðar á sjávarútvegskerfinu, að þær séu gerðar af einhverju svona ílsku og einhverju svona óljósu hagsmunapoti Sigurjóns Þórðarssonar, alveg saman þó við vitum það að Sigurjón eigi hluti í einhverju trillu sem hafa stundar strandeðar séu þetta ekkert á við það að þú sért með sjávarútvegsráðherra sem að sé töskuberi fyrir stórútgerð en þessu verður snúið þannig að hann Sigurjóni og þeim búið að takast fyrirfram að stórskaða þetta tvennt. Það bara óumdeilt. Því að hann hefur gert það, en það þýðir umverulega það að Moggi mun bara halda áfram. Moggi er til dæmis að halda áfram í máli sem að snerti þig að einhver leiti, sem byrlunarmálið. Moggi bara heldur áfram. Honum alveg sama og þá það spurningin, eigum við að taka tillit til þess, eigum við að hafa ríkisstjórnina þannig og þingi þannig að Moggin get ekki bara haldið áfram í svona undiróður starfsemi sinni. Byrlunarmálið sama og skæruliðamálið? Nei, ég bara sé að Moggin hættir. Já, þetta kallað byrlunarmálið einhverju hluta vegna. Skæruliðamálið bara. Það heitir það byrlunarmálið í Mogganum. Já, og ég meina það var stór sem að snýst að blaðamenn hafi reynt að drepa skipstjóra, Samira. Já, það gefið allavega hefur verið gefið í skyn, en það náttúrulega alveg löngur ljóst að það var ekkert slíkt og þessum það náttúrulega virðast ekki vera nokkrar einustu sönnur hafi verið færðar á það að það hafi verið einhver byrlun, þetta allt með einhverjum ólíkindum, svo blanda alls konar þvælu inn í þetta en ég meina það bara málinn svo það. Nei, en ég meina og hvað eigum við að gera í því? Já, ég að spyrja því. Ég meina, þú veist, eigum við eiga þá þeir sem að verða fyrir þessu að leita til stjórnmálamanna að svifta Moggan ríkistyrk? Nei, ég ekki að segja, en ég að segja að það ekki hægt að hegða fjölmiðlun og pólitík með þeim hætti að innsti kjarnin hann í Mogga haldi ekki áfram því að kasta efasendum að þetta sé allt svo dúbjus fólk og allir á einhverjum eigin vegum, allir óheiðarlega, það ekki að marka neitt, þetta bara þetta sem að Morgunblaðið bara heldur linjum þú getur alveg
getur alveg farið í þetta debatt á þess að nýta þér sko, á þess að fara að hóta valdbeitingu og þú hlýtur að geta tekið þessa umræðu á þess að fara einhvern veginn að fara að ræða einhverjar hendaraðgerðir í ljósi stöðinnar, þú veist, að þú ert alveg sama hver þú ert, skilur, sérstaklega þú ert í stöðu eins og Sigurjón Þórðarson er. Ég er ekki að segja að hann hafi brugðist rétt við, ég er að segja að það er ekki hægt, það er engum boðið upp á frið, gagnvart Morgunblaðinu, nema þeim sem bara beygir sig niður og bara tekur leiðsögn Morgunblaðsins. En ég meina það er líka boðið, þú veist, þetta er bara fjölmiðill, sko. Það lá fyrir, það hefur alltaf legið fyrir að Morgunblaðið er flokksmálgagn sjálfstæðisflokksins öðrum þræði og það má alveg það deila hvort að þarna sé áróður að ræða eða blaðamennsku. Mogginn hefur alltaf gruggað þetta vatn en svo er talað að mikilli fyrirlýsningu, þetta er orðið nýðirði, meginstraumsmiðlar. Og mér langar að spyrja hvaða merkingu hefur þetta hugtak á Íslandi? Hvað eru meginstraumsmiðlar? RÚV, Vísir og Mogginn. Nákvæmlega. Þetta er sko sitt hver fyrirbærin. Það er sitt hvert eignarhaldið, það er sitt hvert rekstrarfyrirkomulagið, það er sitt hver ritstjórnin. Í raun og veru þá er þetta bara fullkomlega gagnslaust hugtak. Jakob, við getum notað hugtakið dýr þótt að það sé gíraffi, snígill og belja. Þú ert faktisk séð að bara tala í raun og veru vísi. Annars vegar ertu með ríkisstofnun, svo ertu með fjölmiðil í eigu útgerðarinnar sem að breytist þegar að svo ber undir í einhvern áróðursnepil sem er varla hægt að flokka undir blaðamennsku og svo ertu með vísi sem að er fullkomlega ég skil ekki akkurat að þetta verða eitthvað flókið hugtak. Ég hef spilað á jaðarmiðlum í pressunni og hinn og þessu. Ég skil það jaðarmiðla sem fréttin.is sem er eitthvað með svona COVID-dæmi. Ég bara er að segja hvernig ég upplöfu þetta. Svo hef ég spilað inn á meginstraumsmiðlunum með fréttablaðinu og þetta er bara svolítið annar ballgame sem er þann inni og meginstraumurinn er þannig að þú ert að reyna að halda svona cirka öllum í salnum. En við erum með jaðarmiðl, þá getur við verið með lítinn sal í kjallaranum og verið með svolítið öðruvísi tón. Við erum á jaðarmiðli hér. En hvað eru margar gæsir í hóp? Akkur segir ekki bara Vísir? Nei, því að RÚV er að spila meginstraumsleik og Mogginn er að reyna það þótt að Mogginn sé kannski orðið bara eiginlega Smartland og Stefán Einar núna í dag. Það lá náttúrulega fyrir að þeir myndu fara í harða stjórnarandstöðu. Þannig að meginstraums blaðamennskan hjá þeim er alltaf að verða veigaminn og veigaminni, þannig að þeir eru að detti að vera jaðarmiðill. Þá eru þeir náttúrulega bara þeir eru að höggva af eigin trúverðuleika, ekki sant? Og það er kunst að vera í meginstraumnum að því að þá þetta verður að gangast við að það sem er svona almennt viðurkennt sé rétt einhvern veginn, en þótt að þú jafnvel efist það sjálfur, þetta er svona kunst að vera inn í meginstraumnum. Ég hef tekið 1000 viðtöl, ég er yfirleitt bara ósammála þeim sem ég er að ræða við, ég er bara, blaðamennska er fag, það er það sem alltaf gleymist. Og það er ekki til sem heitir hlutleysi en blaðamennska er fag og ég fylgi ákveðnum faglegum atriðum þegar ég er að skrifa mína fréttir. Ég er ekki sá sami þegar ég er að skrifa fréttir og þegar ég er hér, bara sanngirni, heiðarleiki og bara leyfa mönnum að njóta sannmælis, bara í öllu. Við vorum að tala um ríkisstjórnina. Herru, en Heimir Már? Já, Heimir Már, það ræði það. Getur við líka að tekið það? Já, það er nú eitt. Við sitjum undir miklum Þeir mistu ykkur Elvis. Skærum, kongurinn, eða king, Elvis er svo leftu bilding eins og þú sagðir. Það kemur náttúrulega alltaf maður í mannstað eins og en er það ekki samtalið dæmigert að Mogginn skuli, ef þetta er eins og við erum lýst, Mogginn hjólar af krafti í ríkisstjórnina og þá kemur hún og skýtur ykkur? Já, það er svolítið svona súrt en við mistum 2 mjög góða blaðamenn, Heimir Már og Kristínu Ólaf sem við skulum nú ekki gleyma í þessu samhengi. Þetta segir ekki þá sögu að sín sé að fara til helvítis. Ég veit ekki, það má vel vera. En fjölmiðla hlutin er í öðru húsi. Við vitum ekkert hvað er að gerast í hinu húsinu. Og við værum mörgulega síðust til þess að frétta það ef að fyrirtækið er að fara á hausinn. Fyrirtæki er að hrapa í kaupöllinni og er verðmetið á fáránlega lága upp að miða þessi símafyrirtæki vegna þess að fjölmiðlarnir skila get ekki staðið áætlanir áskrift auglýsingasölu. Ekkert með það að gera að Heimir og Kristín hafi verið að fara yfir til stjórnmálaflokkana. Ekki neitt.
sem furðuleg þróun sko. Það bara eins og gengur. Ég meina stjórnmálaflokkarnir í þeirri stöðu að geta reitt fjæðrirnar af þeim ritstjórnum sem að þeim hugnast. Það er rosa skrítin hérna. Við erum bara það eru upplýsingafulltrúar, við erum búin að salla þeim á alla pósta. Já, en svo náttúrulega er þetta bara orðið þannig að það er orðið alveg ótrúlega, þú veist, ef að þetta er að hérna sko ef eitthvað er til í þessu sem ég von ekki að það sé að muni fara að stórsjá eitthvað á fréttaþjónustunni hjá Vísi eða Stöð 2 núna á næstunni, þá erum við eiginlega komin bara þá erum við svona nálgast að vera fucked alltaf þess að mér. Ég held að við þetta er bara, og þetta er ekki sniðut sko. Ég meina það hefur verið bara á mínum gamla fjölmiðli heimildinni hefur bara, þú veist, orðið mikið mannfall ef við segjum það þannig og það er líka bara, þú veist, hérna og það er, ég meina, fréttablaðið er ekki langt síðan við mistum fréttablaðið þú veist, og það hefur auðvitað náttúrulega, það sem hefur verið að gerast en náttúrulega við erum bara það fækkar sko, miðlunum fækkar, staffinu fækkar en við erum einhvern veginn ennþá á fullu í því að moka inn í þú veist þessa eilíðavél sem er veist, sérstaklega netið og öll þessi outlet sem við erum ennþá með þú veist, að við séum ennþá að segja þú veist, hvað ætlum við séum margir fréttatímar í ljósvakanum á sólarhring, þú veist, þessi 100 þú veist það er 1 á hverja 1000 skilur við, þetta er líku við, þú veist, hérna fullorðna, þetta er bara rugl við þurfum að fara að breyta þessu en það er líka alveg galið ef þetta er að fara ef við erum að fara að missa núna kvöldfréttir Stöð 2 ef það er einhver hætt á því veist, þá þarf eitthvað að fara að gerast sko, en varandi Heimi að þá einhvern veginn að því ég þekki Heimi og hérna hann var yfirmaður minn herðir mann mjög og hérna réðum við aftur sama dag og hérna við vorum hérna og mér finnst hann frábær sko og hérna þá kom það mér samt eiginlega ekkert óvart að hann myndi gera þetta ég hugsaði með mér Heimir hugsaði með þessi ég best að taka þetta já og ég hugsaði þegar ég sá þetta er bara fullkomið og fyrsta greinin hvernig þá, af því að hann er að yfirgefa Sókrates skipið? Nei, alls ekki heldur bara vegna þess að Heimir sér þarna það var gert grín að þessu þú veist, það fer allt á hliðina þarna hjá flokki fólksins þú veist, á sama tíma eru þeirra auglýsettir upplýsingafulltrú eða sem einhverjum þarna hefur Heimir séð, allir hlæja þessu þetta væri hræðilegt jobb, best að taka þetta jobb svo kemur hann, birti grein í gær, fyrsta greininas sem að fyrir utan alltaf að vera bara stór skemmtileg bara setur svolítið tónin nákvæmlega eins og ég held að hann myndi gera þannig ég er eiginlega spenntastur fyrir því að fylgjast með Heimi af öllum stjórnmálamönnum á Íslandi. Já, ég líka. Hann er náttúrulega já, ég held að allir þeir sem þekkja Heimi þeir vita að það er ekkert auðvelt sko að fara í hann eða mótmæla honum eða neitt þannig og svo er hann náttúrulega bara með svo rosalega þekkingu og reynslu þannig sem flokk fólksins vantar svo tilfinnanlega. Þannig ég held að þetta sé gríðarlega dýrmætt ráðning. Já. Núna, eftir að fór, en kannski komst hann hitt herra fannst hann í fjölmiðlum og það bara ágætt að bara segja þetta. Ég held að hann hafi ekkert verið að pæli því. Ég held ekki. Og hann er náttúrulega búinn, með ekki gleyma því. Heimir er búinn svona síðustu 3-4 árum. Var hann kominn í svona hann verið brjálaður þegar ég segi þetta sko, en svona orðin svona kominn í svona grand old man status þú veist, hann bara var með sitt var með þessa þætti tók þessi viðtöl og skeindi þeim og bara var geggjaður hann fekk held í blaðamannavelun í fyrra sem seinni vonum var á allt þetta Live Achievement Award akkurat og sem hann átti svo sannarlega skilið þannig að hann var komin á alveg svona þannig stað að ég held að hann hafi verið drullum ykkur svona upphefðir þú veist, að fara að vera hann hafði engan áhuga að fara að vera ykkur fréttastjóri eða þú veist, eitthvað svona sem er skítadjóp hann var búinn að vera ég var ekki að minna það nei, en ég segla hvað að meina sko blað og fréttamaður, hann bara gæti ekki bætt nýtt, hann var búinn að gera allt sem hann þurfti varðandi stöðuna á sín þá er það þannig að hérna, ég held að Vodafone sé bara metið á bara svo fárálega lágt verð og í samanburði við Síman til dæmis sem er annað fjarskiptafyrirtæki að það er alveg augljóst að fjölmiðlarnir eru að drekkja hérna, fjarskipta hlutanum og ef að þetta fyrirtæki ætlar að vera á markaði þá verður það að losa sig við fjölmiðlarna
þannig að þeir eru að selja það. Hver eru líklega til þess að kaupa fjölmiðlana? Það verður einhverjir svona kvótagreifanir eiga Moggann, þannig að það verður eitthvað svipað lið sem að kaupir Vísi og Bylgjuna sem líklega eina sem að er hægt að reka þarna. Fréttastofa Stöð 2 fyrirbrigði sem að því ég skoðaði þetta aðeins á þessum tíma og fór langt aftur og skoða þetta. Þú tapar alltaf á þeim tíma, það sé orðið 400 milljónir ári við að reka þetta. Ástæðan fyrir þetta var startað að Fréttastofa var sett upp að hún var notuð til þess að selja auglýsingar inn á Stöð 2. Þetta var opni glugginn, þetta Canal Plus business modeli frá Frakklandi. Og þetta bara gjaldið sem þú þarft að hafa til þess að hafa möguleika á að sækja inn áskrifendur og sína þeim hvað verður rosalega skemmtilegt þegar lokun dagskráni. Þetta er bara markaðskostnaður sem þú þarft að hafa. Stundum var verið að skera niður til þess að spara en þá bara minnkaði áhorfið á þessu þannig að þú varst til að dæmdu til þess að eyða þessum 400 milljónum ári. En svo Hjalti Moggann eitthvað svipað. Og kannski bara áskriftin á Stöð 2 orðin svo lítil að ég meina eru margir áskrifendur á Stöð 2. Ég hef alltaf svona grunum að það séu kannski svona 70 konur í Garðabænum eitthvað svona eru áskrifendur á Stöð 2. Það er ekki svona unga fólki sem ég biður að gera áskrifendur á Stöð 2. Ég er ekki rekstrartölurnar en þetta er ekki samfærandi ræða Gunnar Smári. En þetta er staðan. Ég veit ekki betur heldur en að þessi fjölmiðlar sem þarna þeir séu bara alveg í sæmilegum rekstri. Þeir eru að senda afkomu viðvaranir til kauphallarnar. Já, það er ekki út af fjölmiðla, það er ekki út af fjölmiðlarekstri. Jú, lestu afkomu viðvaranir. Það er út af því að auglýsingasala áallanir stóðust ekki. Út af áskriftarsala stóðust ekki. Þú voru bara að lesa þetta, Jakob. Þetta er þannig. Og þannig að það mun gerast núna á næstu svona einu mánuði að þá verður stjórnin að koma saman og hvernig getum við hoggið fjölmiðlan af okkur og selt á vonandi einhverju vitlýsing sem að borga rosalega hátt verð fyrir það að hafa áhrif á íslensku samfélagi og það er eins og kerfið okkar er í dag. Eins og gerðið síðast náttúrulega. Það var náttúrulega líka, þú veist, þetta var náttúrulega, þetta var keypt út úr þessu, þetta klófið fréttablaðið og þetta 365 dæmi og það kom hann einhver lukkurittari með peninga frá lífeyrissjóðunum mest og keypti þetta og náttúrulega, þú veist, fyrir allt og mikið, eyddi allt og miklum peningum í þetta og datt í hug það snjallraði að flytja sjónvarpsstöð og það ætti að vera ókeypis, flutti hana þarna niður yfir, það brendi fullt af peningum á því, þannig að þetta nú heldur kannski ekki alveg eins og þetta sé þú veist, já, þú veist, þetta hefur nú ekki alveg verið, þeir hafa lag á því og afsakaðu Gunnar Smári, fjölmiðlar á Íslandi að lendi í höndunum á fólki með mislaðar hendur. Já, en það var til dæmis að með því að hafa þetta inn í skráðu félagi sem var reynt þarna, það voru til dæmis svona vend inn í því að það var í stoppsamþyktunum að það var í ritstjórnarlegt frelsi og stjórn félagsins hefði ekki áhrif og fleira, það er allt saman farið núna. Nei, betur okkur segir það? Ég er ekki farið út úr samþyktunum. Já, ég veit, farið út úr samþyktunum? Já, ég held að. Ég held að samt alveg bara Nei, en það er farið út úr samþyktunum, en það var tilraun til þess að reyna að verja fjölmiðlana. Ég held að það sé ekki staðan sér núna, ef að sín verður að losa sig við þessa fjölmiðla, að þá er ekki kaupendan úti nema einhver svona svipað og hvað var ekki Helgi sem að keypti fréttablaðið og ætlaði að nota það til þess að ýta undir Viðreisn eða eitthvað og það er bara því miður, þá búum við þannig í samfélagi og ég meina skoðið í kringum ykkur, skoðið hverjir eiga fjölmiðla í Bandaríkjónum, hverjir eiga alla þessa samskiptamiðla, að það meina fjölmiðlarnir munum bara endi höndunum á svona einhverju kvótagreifarnir eiga þetta, þannig að heilsalarnir kaupi ekki þetta til þess að verja sig og reyna að koma okkur í Evrópusambandið að guðma veit hvað. Og þetta er bara staðan af fjölmiðlunum í dag. Þú gerir ráð fyrir því að þetta verði selt á næstu vikum? Það getur ekki annað verið, sko. Ég meina, þeir sem er í stjórn sínar á skráðu félagi í Kauphöllinni, þau verða að bregðast við því að fjölmiðlarnir eru að brenna upp verðmæti hluthafanna. Ég held að þetta sé ekki rétt hjá þeim með fjölmiðlarnir nefn að veðja. Þú skalt nú ekki vera að veðja, Jakobin, eða þú ert á hætt að missa vinnun og næstum Nei, hann fylgir með í kaupunum. En er þetta ekki líka galli bara á Gunnar Smári, þú getur tekið þetta til þín? Nei, ég meina, hvernig við Íslendingar komum fjölmiðlunum og eyðilögðum áskriftakerfið fullkomlega, þetta gerðist til dæmis ekki í Noregi, þetta byrjar með MBL sem byrjar að gefa fréttir á vefnum sínum og svo fréttablaðið, þannig Íslendingar hafa vanist því í 20 ára að fréttir eigi að vera ókeypis og þú ferð á kaffihús niður í bæ og leggur í eitthvað stæði og borgar 1200 kall fyrir það og kaupir kaffibotla fyrir 1200 og finnst svo eitthvað ránað
borga 700 kall fyrir dagblað eða hvað það nú og þau eru nú alltaf eftir. MBL og Vísir hafa ekki farið út í áskriftarkerfi. Nei, við eyðilögum þetta kerfi náttúrulega svo snemma. Þetta gerðist til dæmis ekki í Noregi. Þar fólk ennþá vant að greiða fyrir aðgang að fréttum. Það vælir ekki yfir greiðsluvegg. Þetta bara þjónusta eða sem það kaupir eins og kaffibolla. Þannig við erum dálítið vondri stöðu bara út af því hvernig við höfum hagað þessum málum hér á landi. Það væri miklu betra fyrir svona almenna fjölmiðlum, segjum bara eins og Heimildin og eitthvað fleira, ef að Vísir og MBL myndu selja áskrift að sér og það, ég meina Vísir og MBL hafa haldið niður í verði á netauglýsingum og svo náttúrulega kemur Facebook og félagar og gera það eiginlega hlægilegt, þannig að það ekki nokkur möguleiki á að byggja fjölmiðlum byggða á auglýsingasölu á vefnum. Þið sjáu DFF að reyna þetta, ná kannski launum fyrir 3 starfsmenn með því að þeir séu bara eins og hamstur að búa til einhverja fréttir á Facebook, Mannlíf að reyna þetta, það 2 stöðugildi. Hvað var það? Vandamálið náttúrulega held ég líka það. Og það ekki, ég þekki ekki það í samanburði útlönd. Fjölmiðlar á Íslandi, það verður alltaf verið litið á þá þannig að það sé alveg í aðra löndina eigi þeir alltaf að reka sig sjálfur algjörlega bara eins og þessi verið að selja popp eða salgæti, en í hina löndina þá vitum við það að þeir gera það ekki þannig, þannig að þá finnst okkur að móti ekkert að því þó að hagsmunaöfl, alveg saman hvort það eru stjórnmálaflokkarnir eða einhver svona einstaka sérhagsmunaöfl haldið þessum fjölmiðlum úti. Okkur finnst það allt í lagi. Af því að það annarkvort bara þessir eða þá bara markaðurinn sem við vitum alveg mjög spes afl á Íslandi. Þannig að þú veist þess vegna almenningur í rauninni hefur gefið þetta dálítið frá sér það ekki okkar mál þeir sjáum þetta fyrir okkur. Svo kemur ríkið og ætlar að styðja einhverjum fjölmiðla, þá styðja þau í takt við það sem einn svokallar markaður leggur til. Þannig að þessi viðskiptablaði fær bara marga 10 milljóna út ríkissjóði vegna þess að fyrirtækin að styðja þetta pólitíska blað sem að reka hagsmuni sína með að kaupa auglýsingar. Og þá komum við skattgreiðendur og þurfum að borga 25% á móti fyrirtækjanum sem eru hvað eru margir svona nafnlausir skoðanadálkar í viðskiptablaðinu sem eru að býta hælan af öllum þeim sem að gagnrýna auðvald á Íslandi. Ég held þessu 4, 5 eða 6 eða 7 ykkur einasta blaði sko. Já, ég meina þetta bara, þú veist, þetta ekki að ganga, þú veist, það ljóst og ef þetta að fara þannig að það verið að fara að loka þó ekki verið nefn bara á þennan glugga sem eru kvöldfréttinar á Stöð 2. Þú veist, það verið ekki lengur ljósvaka fréttastofa og þetta verið bara Vísir. Sko, ég veit ekki, þá erum við bara mjög vondum málum. Já, bara við erum mjög vondum málum. Þá erum við náttúrulega þegar og það við séum yfirleitt að ræða þennan möguleika á þessum tíma með fréttablaðið einhvern veginn, þú veist, farið. Svo náttúrulega stöndum við fram fyrir því líka sko, það er eiginlega aldrei rætt sko, daginn sem að fréttablaðið fór á hliðina, þá keypti prentsmiðja Morgunblaðsins, prentsmiðju fréttablaðsins og áður en einhvern veginn að samkeppniseftirlitið vissi af þeim kaupum, þá voru menn farnir hann inn með alla skiptilegla kóngsins og búin að skrúa prentsmiðjun í sundur. Hvers vegna var það gert? Bara augljóslega. Og svo erum við með svona þetta skrýtna haturssamband sem að ríkir á netinu þar sem að fólk segir bara við fáum nú bara fréttirnar af Facebook. Það mjög óhemjulegt. Sem að alveg óhemjulegt og við erum með stjórnmálaflokka sem að velta sínu fé í kosningabaráttu í kaup á auglýsingum á samfélagsmiðlum. Alveg bara miskunnarlaust. Þetta uppspretta falsfrétta, þetta plattformi fyrir upplýsingaóreiðu, en þeir hika ekki við að nota peningana okkar til þess að velta stjarnfræðilegum upphæðum. Svo ég ekki fyrir forræðisíkjuna, en Guð minn almáttur, það þetta stránglega að banna þessu fólki að fara svona með fé okkar. Ég er sammálaður, en sko, við erum að fara að ræða eftir formannskjörið í Sjálfstæðisflokknum, einu smá tími eða hérna. Heldur þú Snorri vinni? Heldur þú Snorri vinni? Já, ég reikna alveg með því. Ég verð að viðurkenna það, mér fannst Snorri fyndinn á tímabili, en rosalega þetta mikið þröng
með þetta frambóðans núna. Ég bara afsakið því. Ég bara, maður á erfitt með að bara kreista upp. En hann alltaf segja sama brandarann, Jakob. Kannski þú finnst þér fyndin, svo finnst þér lítið fyndin. Svo kannski allt í kemur eftir kannski 10 ár, þá finnst þið Snorri aftur. Þetta eins og brandarinn með tómatana sem að börnin segja. Þú veist, þetta verður stundur svona, já, ok, segð hann eins og enn, svo bara, svo dettur inn tímið þar sem hann verður aftur fyndin. Kannski þetta góð, já, þetta góð kenning. Ég ætla að kaupa þetta. En sko, það ótrúlega... Snorri fyndin bara í lægð. Það ótrúlega magnað að fylgjast með þessu, hvað þetta einhvern veginn, þú veist, að því að þrátt fyrir... Hvað haldið þið? Ég held bara að Áslaugu væri komin með þetta. Og ég held að Gulli væri kannski einu sem geti eitthvað ógnað henni. Svo kemur Guðrún og neglir þess að ræður rosalega vel og það sem áhugavert að sjá að þegar maður horfði á Áslaugu og hennar fund, flottu fundur og allt rosalega vel undirbúinn og þarna maður þekkti alla í salnum. Það sem var áhugavert við fundunum með Guðrúnar að það var aldrei nýtt fólk. Þú veist, það voru bara svona 3 sjálfstæðismenn sem maður þekkti, þannig hún að draga öðruvísi fólk að og þessi ræða var mjög flott svona höfðar. Var hann að gefa ís? Hvað segir þau? Var hann að gefa ís? Já, kannski. En hún gerði þetta bara rosalega vel og ég held sko hún geti trekt meira nýtt fólk að, þannig ég held hún eiginlega. En hún ekki ný fórustu kona í Gullaarminum? Þetta ekki bara Gullaarmurinn sem var að Gullavélinn sé að beita sér. Bara landsfundagestir sem fá að kjósa og hérna þá snýst þetta ekkert að fá nýtt fólk inn í flokki, það kemst ekkert inn á landsfundin. Það náttúrulega nú náttúrulega koma þessar fréttir af því þegar þessi samstilti hópur með nú hann sko, nú kemur náttúrulega í ljós hversu samstiltur hann þegar farið að berast á banaspjótum í Valhöll á fundum á 2 daga fresti. Núna út af síðast var Heimdallur með fund og það var fólkverkin sem búið að koma og skila inn það var ennþá biðröð inn á fundin þegar búið að samþykja. Já, ég ætlaði nefnilega að segja það þegar fer tvennum sögum að þessu sumir að segja, og ég búin að vera í 40 ár í flokknum og ég fekk ekki að koma og ég veit ekki eins og hvort þetta fólk sem fekk að fara á landsfundin sé í flokknum eða hvað hefur verið lengi, þannig það verið kannski eitthvað nýtt fólk verið að komast inn, þannig þetta Já, það þetta væntanlega skrá, þú ert að smala inn í flokkin. Hann stjórnaði fundinum hennar í salnum. Já, en svo varstu með þarna eitthvað, svo þetta fyndir eitthvað sjálfstæðisfélagið í Fossvogs og bústaðahverfi, eitthvað svona. Já, svo erum við búin að sjá SMS-in að þú bara getur skráðið í flokkinu og getur svo bara skráðið strax úr og eitthvað sem búið að vera að ganga. Svona hefur þetta alltaf verið og þetta eina af ástæðunum fyrir því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur haft mikil völd í pólitík að því læri fólk náttúrulega öll triksin í pólitík með því að þurfa bara að klóra sig upp á bakinu á félögum sínum til þess að komast við með þetta. Bara ógeðslega skipulaður og bara þetta bara ein öflugasta svona stofnanavélin í samfélaginu maður pælir í. Þetta rosalegt skipulað. Já, menn hún það alltaf þegar kemur að því að það farið að berjast yfirvöldið í stofnuninni, skilur en sko bara hvernig þetta hefur virkað og það auðvitað alveg, þú veist, það málið dástaði hvað hefur verið haldið utanum þetta lengi og hvað hefur þetta og þrátt fyrir allt eins og flokkurinn náttúrulega í bara sögulegum hryllingi núna mér búið ídónum út úr þingflokksherbyggjum sem eitthvað að finnast að móbílinu við vorum með þess að búin að hengja upp myndir en þá sko það var samt þetta þú veist þetta stofnanavald endi staðar inn í flokknum að það ennþá einhvern veginn hægt að mobilisera þú veist fólki í hægri vinstri til að ná til að valda eitthvað svona litlar hverfisnefndir eða eitthvað ráð eða hvað það heitir sem á endanum skilar þér en við veitum jákvæmt við þetta hjá Sjálfstæðisflokknum að því að hann hleypir í gegn svona átökum og svo kosið og þá ánáttúrulega meiri hlutinn auðvitað verður alltaf ykkur í fílu að fara á bakveða. Þetta bara því miður ekki til í mörgum flokkum. Það var þess að geta kosið nýjan fórustu í samfélíkunni. Píratarnir náðu aldrei að gera þetta þrátt fyrir svona mikil átök inni, ekki heldur VG. Inga Sæland heldur nú ekki svona í fundi. Heldur ekki fundi, þannig að þetta eiginlega hvergi, síðast var þetta framsókn í Háskólabíói og það endaði nú ekki vel. Þannig að kúltúrinn þar inni ekki sá að nú kjósuðu bara fórustu og sættum okkur við það en það það sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur og þess vegna getur að farið út í svona bara það sem að þú æfir því öllu sem að þarf til þess að vinna kosningar en hinir flokkarnir þeir æfa sig aldrei í þessu en í Sjálfstæðisflokknum mikil óánægja við það yfir því að fá ekki allir flokksmenn að kjósa
heldur bara þeir sem að ná inn á fundin. Og þeir vil ekki hafa þannig. Nei, en er það ekki bara þeir sem að lítur út fyrir að þeir sé að tapa, núna vilja þeir fá, er þetta ekki alltaf svona í öllum þessum kosningum? Að þeir sem að missa sem sagt völdin inn á landsfundunum fyrir sjáanlega, þá vilja þeir... Það var valiðin á síðasta fund og fleira. Ég held að það sé mikill vilji inn í flokknum að hafa þetta svona. Ég held að maður líti á þetta sem raunverulega æfingu í bara pólitík, og pólitík er oft bara dirty, þannig er það. Þú getur ekki unnið eitthvað í pólitík og vilt aldrei skýtna út, sko. Nei, en bara að ég er búin að tala við nokkra núna síðustu dag sem ég allir inn á þetta, sko, að það sé ekki. Það sé allir fá að kjósa? Já, bara rafræn kosning bara, allir flokksmenn sem að... Men Jakob, þú tjáir það ekki samtalangin? Sko, mér finnst þetta spennandi spurning. Þetta að Matti sem þetta hættu, þá misti ég en ég bara, ég var orðin alveg samfærður það að Áslaug myndi hafa þetta og bara eins og að drekka vatn en ég segi alveg, ég tek undir þetta sem Karin að segja, sko, Guðrún kom þarna inn með óvæntu afli og ég ekki búin að kalkulera þessi hverfisráð og félag út á landi og hvað það þýðir eiginlega. Mér sýnist Guðrún vera svolítið mikið með landsbyggðina. Áslaug reyndi mikið Áslaug fór út á land og verið að ráðir út á landi. Og vinir mínir í Sjálfstæðisflokknum sem þekkir nú bara mjög vel, sko, þessa innviði, þeir treysta sér ekki til að spá, sko. Ég held að við höfum nefnt hérna Guðrúnu fyrst allavega, af því að það var verið að tala þetta því að það var náttúrulega fórustukreppi í Sjálfstæðisflokknum í mörg ár og ekkert maður var verið að ræða hér sko, það geti verið Þórdís, það geti verið Áslaug Arna, það geti verið Gulli og þá sögðu við hérna, nei, ég held að verið Guðrún Hafsteinsdóttir. Þannig að við höfum svona, við veðjum á það bara mjög snemma. Já, en ég get sagt ykkur þær fréttir af henni, hún var á Þorrablóti Jökuldælinga. Mínum heimaslóðum. Já, það fara að höggva nærri þeir gripdeildamenn. Á Skjöldófstöðum erum komin upp í gripdeild. Hún er dugleg. En hérna, við ætlum að ræða þetta með hérna svona stuðningsfólki frambjóðandana hér og eftir, en takk ykkur mikið vel fyrir Jakob Bjarnar, Karin Kjartansdóttir og Helgi Seljan. Takk fyrir. Takk. Og við komum aftur eftir augnablik. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala um borgarfulltrúa? Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.